Já, það held ég kæru hlustendur. Nú þið að fara að hlusta á síðasta þáttinn í seríunni. Hvað heitir hún aftur? Kúrekar í kabellu kapitalismans. Einmitt. Þessi sería í bóði Rekus. Já, og það var hringt í okkur og sagt bara, við viljum sponsa þessa seríu. Jável þó hún sé að enda. Og þá vel við, því að Rekus er kapellan. Já, Rekus er kapellan. En fyrir ykkur sem viti ekki hvað Rekus er, þá er þetta skrifstofuleiga. Já, snilda koncept. Layout rými sem er auðvitað stórkostlegt og ég hef sjálfur verið að nýta mér slíkt og þetta er stórkostlegt í rauninni. Þetta er mjög nett. Þetta er sko, þarna nærður svona samsuðu af fólki. Þú nærði einyrkjum, litlum fyrirtækjum, svona fusion. Þetta er svona, já, léttu klasi líka. Já, þetta er bara kapella. Þarna mæta kúrekarnir. Þannig að þessi sería, Kúrekar í kabellu kapitalismans. Hún var í boði Rekus. Kíkið inn á rekus.is eða .com og tjekkið á þessu. Já. Já, ég er hrættur það. Það er pingjan enn eitt þriðjudaginn. Já. Það er Arnar sem talar og móti mér situr Yngvi, Addi og Iddi. Addi og Iddi, já. Addi og Iddi mættir hérna, sko... Við fórum í kaffi með prófnefndinni núna í vikunni. Já. Prófnefndi viðurkenndra bókara. Já. Komin úr meðferðan. Bjössi, já. Helviti leit hann vel út. Já, með bauga samt. Já. Ekki að baugum. Það er þreyttu kallinn. Það er þreyttur. Ég held að það gerðist ekki þegar maður færi meðferð. Nei, ég veit ekki. Að maður kemur tilbaka með bauga. Þetta var náttúrulega stórkostleg heimsókn og... Já. Hann myndi okkur á prinsipin. Við þurfum svolítið að fara aftur í prinsipin. Já. Svolítið í prinsipin og hérna... Já, og þriðja testamenti náttúrulega sem við rættum. Það er eiginlega gleymt í þessari seríu. Já, það er gleymt sko. Við þurfum svolítið að fara að leita aftur rætunda með það. Sko, kúrekar taka svona pappir á skeina sem með þeim sko. Já. Eiginlega nánast sama hvar þeir eru stattir. Já, kúrekar vil ekki sjá þetta. Nei. Netbankakúrekan er allan ekki sko. Herru, talandum að vil ekki sjá eitthvað. Já. Þessi gluggi hérna á bakvið. Ég vil ekki þurfa að horfa á þessu ógeðslegu byggingu hérna. Já, draga fyrir þetta. Já, takk. Já, svo. Má ég sjá. En, sko, erum við ekki bara þokkalega góðir? Þetta er 9. sería. Já. Hver ágætlega stað. Er þetta 9. já? Já, ok. Kúrekar í kabellu kapitalismans. Já. Þetta er síðasti þáttur náttúrulega. Já, sko, þetta er enn annar þátturinn þar sem við höfum upp á prestum í kabellunni. Þetta eru the good guys. Ég hef ekkert út á þessa kúrekar að setja. Nei, ég raun ekki. Ég held að þetta sé mjög svona ferskur andblær inn í íslenska bara menningu, sko. Bæði þá, hvað var það, skemmtanalíf og sömulegis í bara svona rekstri leigueininga. Já, þetta er svona eiginlega nýtt módel. Ég er mjög heppinn með þarna glærurnar mínar frá því mathöllinni síðast þætti. Já. Ég er bara með allt orðurétt eins. Já, þú bara skiptir út svona orðum eða tölum eða einhverju. Já, ég segi bara eins og með vinn okkar í Rekus og í mathöllinni, þú veist, ég skipti því út fyrir Kjarval, þá er þetta ákveðin tegundar leigusölum. Dæmi gengur út á ná sem flestum sem borga monthly fees og veitingasala. Þetta er bara sama. Býðum aðeins með þetta. Þú getur farið og þulið upp það sama bara núna á eftir. En þetta er náttúrulega vinnustofa Kjarval og við fengum ábendingu frá nýjum meðlum inn í Deep Into Pingjan Facebook hónum okkar. Já. Og við hlustum á hlustendur. Það er bara þannig. Við erum menn fólksins, þannig að við ákvaðum að taka fyrir Kjarvalinn. Já, hann reynda bara að hótaði mér. Já, það. Var hann að senda á þig bara persónulegt skeiti? Hann segi, ég geður eitt gúmóren. Já, hann skotin, já. Ég fór reyndar að hugsa, gef eitt gúmóren. Hvort er það klúrt eða ofbeldistengt? Ég nefnilega hræddist bæði frá þessum manni. Já, þekkirðu það? Ég skil yfir, þetta er náttúrulega ofbeldis. Þetta er að kýla eitthvað. Já. Gefa einhverju gúmóren. Þetta er ekki að gefa eitt gúmóren. Nei, kýlan kaldan, er það ekki? Já, þá skildi ég þetta rétt. Því að ég var skítræddu við hitt líka. Ég hef nú aldrei heyrt þessa fyrri samlíkingu, sko, en skemmtilegt þegar þú segir það. Já, þú tengir alveg. Nei, en hérna, það er að sjálfsögðu vinnustofa Kjarval og við erum nú náttúrulega ekki einir hér í dag. Við erum með til dæmis Landsbankanum. Já. Sem heldur úti póstlistunum sem hafa bjargað okkur allavega í svona upplýsingaflæðinu. Og það er, sko, þetta er dálítið svona skipt. Ég er, sko, náttúrulega massífur fan af vikubyrjuninni, sko. Þú hefur dálítið verið að glugga í Hagsjána.
þú skilur ekki þessi konsept oft en leið og þú lest Hagsjána, þá skilur ég var alltaf vikubrjum kall svo glemdi ég að lesa já. Og ég er búin að vera í Hagsjónu síðan það mjög það að lesa Hagsjónu já, ég segi það, en þetta eru náttúrulega það eru fjölda póstlista þarna, ég held að séu 4 af 5 inn á landsbanki.is/póstlistar og þetta er náttúrulega bara þessi þú veist, póstlisti er svo vanmetin aðferð til að drekka í sig þekkingu já. Þannig að við klálega treystum Landsbankanum alveg fyrir ykkar fræðslu þar, sko Já, því að sko þau ganga aðeins lengra já, það er náttúrulega takmarka hvað við getum búið upp á já. En endilega kíkið inn á landsbankin.is/póstlistar og skráðu ykkur þar nú sömulegis inkasso og það liggur við að við förum að halda kertafleitingu fyrir þá sem eru ekki á ekki með inkasso sem eru sem sagt, í reikningasendingum og eru ekki á inkasso einstaklega þægilegt, ég er búin að vera alltaf heppinn ég var að vonast til þess að væri einhver komin í skuldu mig já til að geta fyllt ferlinu það er náttúrulega var ekki síðasta þætti þá fór ég onboardaði mig frábært ferli frábært, kom inn að ég hef verið fljótar eða hefði sleppt í að byggja reikningsupplýsingarnar allt í góðu ég er búin að tengja þetta á kerfinu hjá mér en það er bara enginn sem skulda mér nei, þú ert svo skeri, það þorir enginn að skulda þér nei, ég en svo eru sömur hérna úti sem eru bara ekki jafn svona skeri og þú já og þeir, þú veist, þá er þetta auðvitað fullkomin þjónusta en ég líka sko inkasso, þetta mun smita til fyrirtækina eins og mín að vita hvernig þau tala við greiðendur versus hryllingssagan sem ég heyrði í morgunútvarpinu einhvern tímann daginn kona, búin að vera að díla um einhverju skuld síðan í hruninu eitthvað annað, svona, hann drukkar í jakkafötum originally talið það var ekki manneskjulegt hvernig töluðu við hann það var bara hort á hann eins og eitthvað úrræk hér eru við hjá inkasso farin að líta á svona mannúðlega já, ég meina allt í hennu bara viðskiptastjórinn svona hugsa greiðandan eða skuldaran hvernig er þetta að vinna út úr þessu algjörlega ég held að þú veist eins og fyrir mig ef ég veit að einhver mun skulda með penning ferða til inkasso, allt er góð með það það þurfa allir að standa skil á sínum skuldum en það veitir mér hugar og að vita að inkasso er svona fara að tala við þau getur við hjálpað þér, eitthvað að vinna út úr þessu ég vel þannig fyrirtæki bara stór partur af okkar samstarfi, klálega ástæðan fyrir því nú býðum maður bara eftir að vanskilin hækki og svona geti farið að prófa þetta og svo talandum sko þessi virðiskeðja, inkasso payday þetta helst í hendur gerir það ef þú eru skráð í payday þá er þetta náttúrulega bara framlenging þá er inkasso í rauninu bara framlenging þar þetta er það og þetta er svo miklu meira heldur en fyrir og seinni hálfleikur þetta er vítaspyrnukeppnin líka já þetta, og jável golden goal sko það ekki við þurfum að finna eitthvað þar en payday líka sjálfsögðu þið eru náttúrulega löngu farin að þekkja þetta og ég held að allir hlustendur okkar séu byrjaðir í payday sko bara þú veist bara onboarda sig af því bara ég meina ef við hittum einhvern sem er ekki paydayn þá þú fara að gefa honum einn góð þá gefið honum einn góð mórin já, henni, þú myndi gefa henni einn góð mórin nei, engum bara en payday, þetta er náttúrulega bara upplifun í hverjum sendur reikning og langþægilegasta reikningakerfið þarna úti að mínumati, nú hef ég prófaði nokkur en þú veist, þetta er bara svo myndrænt og flott og bara einfalt, það er ekkert eðlilega einfalt að senda þarna reikninga í gegn, þannig að ef þið eru ekki hjá payday nú þegar, kæru hlustendur þá fáið þið, einn góð mórin og svo og svo bara, þú veist, skiptið yfir, takk Herðu, Kjarval, vinnustofa Kjarval já, það var smá ruglingu fyrir þátt já, varst þú byrjaður að taka bara ég er með æviágrip Jóhannes Sveinssonar Kjarval sem er oftast ritað Jóhannes S. Kjarval má ég samt, sko okay, þú mátt byrja þetta ég þurfti að taka 6.000 orða ritgerð ég var bara ég vissi þetta þú bara lást á þessu já og ég var bara þegar sonurinn fyrir í menntaskóla þá á hann bara tilbúna ritgerð í íslensku 103 Kjarval ég skar það niður í 300 orð sorry, ég ætlaði ekki að sjúpi nefið hérna fættur 1885 hann er long gone já þeir 1972 var íslenskur listmálar og rithöfundur þetta er svona household name, það þekkja hann allir en ég held að þekkja hann ekki allir fyrir þetta veistu hvað hann afþakkaði árið 1965 einhver heiðursvelun já, mér heitur ekki Nobels nei, áfram já, bara íslensku listvelunin eða eitthvað, hvað sem þetta heitir nei. Stórkross hinnar íslensku fálka nei, já af hverju afþakkaði hann það? Ég veit ekki, kemur ekki fram þetta hefur verið sérstaklega, hann hefur verið svona eins og Picasso örgla já, það var eitthvað alveg snarvillusir og svo fylgdi sögunni, sko, hann bara vildi ekki sjá hana sættir náðust þó með því
að orðan var varðveitt í listasafni Íslands en Jóhannes Sveinsson Kjarval vildi aldrei fá hana í hendur. Okay. Þannig að hann var sæmdur henni en hann fekk hann aldrei í hendur. Já, og þetta eina fálkaorðan sem ekki þurft að skila við andlát orðuhafa. Ég hugsa að ef að Guðni heyrir í mér á næsta ári og takkir sama leik þá er þetta bara Yngvi Þór Georgs og Kjarval sem eru þitt framlag í umfjöllunum ársreikninga og sakfræðilega skýringa og loðnufrétt. Og á hvað samfélagin er saman um okkur. Við munum aldrei fá neina svona orður. Ég ætla að afþakka. Þetta er bara gleymið ég að reyna að láta mig fá svona. Þetta er eitt með Picasso, bara fyrst út byrjaður. Þetta er svona greinilega eitthvað svona listamanns-eðli að vera. Er þetta Picasso okkar Íslendinga? Já, svona, er það ekki það? Og Picasso náttúrulega gekk alltaf með skambissu. Ef einhver spurði meininguna á bak við listaverkin hans, þá skaut hann í átt að þeim. Nema, sko, hann var með blanks í byssunum, blanks, þú veist hvað blanks er, þú veist bara svona kvellettur, hann var ekki með skot, hann meðaði byssunni og skaut, svo bara labbaði hann burt. Já, alvöru. Alveg snargeðugur, sko. Já. Heyrðu, ég er með eina góða sögu viðbót á honum. Fyrir utan náttúrulega, Kjarval er þekktastu fyrir að vera bara hálfpartinn Austlendingur. Nei, Austfirðingur segi ég. Nú, Austlendingur, hvað? Austfirðingur. Hann var nefnilega með svona minjahús eða sumarhús sem hann fór alltaf austur og málaði. Leiðin að borga fyrir Eystri frá Egilsstöðum, hérna staðþinga. Skemmtilegt. Já, en sko, að ég segja söguna því. Árið 1922 fluttu Jóhannes og Töve, sem þess að danska konan hans til Íslands með börnin sín, 2. Dag 1 fór Jóhannes niður á Höfn til að kaupa fisk, á meðan Töve beið heima með krakkana. Þegar hann kom niður á Höfn, hafði verið skip þar frá borga fyrir Eystra. Hann ákvaði að fara borð og fór austur í 2 mánuði að láta fjölskyldunum sína vita. Tófi skildi við hann eftir þetta og flutti til Danmörku með krakkana. Jóhannes átti aldrei aftur eftir að kynnast ástinni. Og hvað, hitt hann aldrei krakkana? Fylgir það eitthvað sögunni? Það fylgir ekki sögunni, sko. Þetta er svona, þetta er þetta... 2 mánuði, það var náttúrulega ekkit, þú veist, þú varst ekkit, já, hvað, ætli þetta sé svona í kringum hvað, 910? Nei, ég sagði 1922. Já, 1922, já. Flytja þau hjónin heim. Það var nú svolítið hægt að senda símskeiti þarna á þessum tíma, sko. Já, þetta er bara eins og ég segi, heyrðu, ég ætla að skottast inn í hafið. Já, svo rekst ég á einhvern meistara og bara vakna á Blönduósi og kem ekki fyrir neitt 2 mánuði. Heyrðu, hvernig tengist hann inn í listahús Kjarvals? Já, bara í vinnustofu. Vinnustofu Kjarval. Hann var einn virtasti listmálarar þjóðarinnar og tók á leigu herbergi undir Norðursúð í Austurstræti 12 árið 1929. Já. Þar hafði hann vinnustofu til dauðadags árið 1972 og bjóð þar einnig langt árabil við frumstæðar aðstæður. Veggmyndina Lífslaupið var þar að finna. Það hefur verið nægjusam maður. Já, nú er bara... Ég held ég hef aldrei verið undir svona 0,75 prómillum inn á Kjarval. Nei, sama hér. Ef við bara reynum að rata í gegnum húsið. Jó, sennilega hef ég nú tekið fyrsta bjór þarna, en ég hef aldrei farið út af Kjarval undir 0,75. Sko, Kjarval er að verða eins og jómfrúin. Þú sér bara ráðherra og ráðamenn þarna og einhverja ríkisbubba og pappastráka. Já, þetta er náttúrulega svona... Jómfrúin er enda laus við þá. Þetta er svona óneitanlega dálítið high-end. Þetta er það, og þetta á að vera prestige. Seld aðild þarna. Já. Dýrum dómum, segir einhver. Nei, það. Nei, ég veit það ekki. Þetta bjóða 5 með sér. En veistu hvað þessi veggur er? Er það ekki fundarherbergi þarna þegar þú ert á... Já, ég held að það sé glerherbergi þarna fyrir innan. Já. Ég er ekki viss samt, sko. Nei. Ég þori ekki að kasta þig fram. Nei, allt í góða. Þetta er eitthvað sem þú átt að vera með á hreinu, sko. Nei, ég fer bara yfir ársendingana, sko. Ég er á eininni, var ekki búinn að spá í þessum vegg fyrir hann að fóra að nefna það hérna, Nonni og Manni. Heyrðu, hvernig verður þetta til? Þetta er sem sagt innsta rýmið á skrifstofu Go Mobile sem var þarna, fram til ásins 2019 þegar þetta opnar. Og Go Mobile segja sumir, hvað er það? Farði í farsíma? Nei. Það var eitthvað startup sem að... Farði í farsíman, einmitt, já. Er það ekki? Jó, skemmtileg þýðing, sko. Já, þú skilur mig. Sko, Hálfdán Steinþórsson var framkvæmdastjóri Go Mobile. Hann er líka þekktur sem Dáni úr Djúpulauginni. Já, Hálfdán, já, einmitt. Hann er örugglega þreyttur á því. Sagðirðu Hafþór? Hálfdán. Nei, já, Hálfdán, já. En ég fann þessa hérna mynd, Hálfdán og Kolbrún. Af hverju er hann með puttan í eyrana á? Ég man eftir þessu dúoði. Þau voru í Djúpulauginni náttúrulega, hérna í den, sko. Það er góð spurning. Þetta er svona mynd sem að vilja hverfa af internetinu. Þetta er svona eitthvað flip, en þau voru þarna ódöðlegt dúo í Djúpulauginni sem að maður horfði á sem krakki mikið. Ég ætla bara að segja það, ef við förum einhvern tímann saman í myndatöku,
þá vil ég fá að vera með puttan í einan af þér, ekki höfuð. Já, ekki bleitan þá. Ég finnst hann koma betur vel út úr þessu. Ég alveg massífur Haldán aðdáandi sko. Já, það verður bara viðkennast. Frumköll. Fer þess að skemmtilegu leið, fer í fjölmiðla, lætur, þú veist, svona ber á sér og fer svo út í BIS. Kúpla sér út. Hann fór í nám til DK. Já. Kemur heim. BIS. Time for some BIS. Herðu, með honum eru Páll Eyjólfsson sem þekktast sem umboðsmaður Bubba Mortens auk þess að reka Go Mobile og Bæjabíó á þessum tíma. Alexander Gylfason sem rak Go Mobile í Danmörku, Hrannar Pétursson ráðgjafi og Aðalsteinn Jónsson Þorsteinsson sem að segir að sé æskunar Hálfdánar en ég held að við á Austan þekkjum hann flest sem eskvinning, húð og hár. Páll ekki á eignarhaldinu. Já, það talaði að hann sé bara í þessu teimi, Kjarvalsteiminu, kannski var hann ekki eigandi. Nei. Já, ég með þetta hérna sko, þetta rauninni, já, við förum við það eftir bara. Já, og ég taka það eins aftur. Já. Sko, þeir eru aðna með 50 hæðina undir Go Mobile, íbúðinni hliðin á var áður í eigu Jóhannesar í Bónus. Þegar hann deyr, þá hann keypti einhvern tannlækni sem bjó í Svíþjóð, lítið notuð, eigendur Go Mobile, teimi sem hann tala með hann, bjóðum að fund, pizzaðri hugmynd að brjóta vegginn á milli og búa til vinnurými þar sem einstaklingar og fyrirtæki myndi eiga sér annað heimili þar sem hægt að vinna á daginn og djamma á kvöldin. Þetta djús. Já, en fyrst og fremst að tengja mismunandi iðnaði saman. Já. Þetta eru góði leigusalar. Já. Svona fusion. Þetta eina vitið. Þetta svona létt klassamenning. Já. Eitt af fyrstu prinsippi klúbbsins var að bjóða aðeins einu fyrirtæki einum geira til að tryggja fjölbreytni meðlima. Svo ekki svo mikið af ákveðnum típum þarna inni. Sú regla hefur þó ekki alveg verið heilög. Og ég heyrði þessu fyrst eitthvað, já, það bara Arion sem með núna. Já, einmitt. Svo heyrði ég einhverja sögu örgla fyrir COVID að bankarnir voru farin að yfirbjóða hvern annan á kvöld. Við gætum þurft að fá Engi sprettuna. Rétt aðhald á okkur. Já, þetta svona fabulering, þetta kannski svona smá fuglakvísl. Já, en þetta eru svona hluta af þessum sögum sem byggðu upp eftirvæntinguna með staðinn. Maður fór bara að heyra, já, við erum bara að heyra bankan síðan að yfirbjóða hvernig 200 kall kvöldi fyrir að vera með einhverja vimpörun einhver staðar. Örglega kjaftaði. Svona smá hæp. Já, en þá fara allir að hugsa, já, byrju bankanir yfirbjóða, hvað þetta Kjarval, þurfum við ekki kíkja þangað. Heyrðu, þegar klúbburinn opnaði formlega var uppselt, en það í dag hægt að sækja einstaklingsaðild, tvímenningsaðild og 5+ manna aðild. Hver gestum á bjóða með sér inn til 5 gestum. Þó þessi fullt í Kjarval hægt að fá inngöngu í gegnum meðmæli innan klúbbsins. Þannig ef þú þekkir einhvern, búin að fá neyið, þá verður að heyri í kauða og biðja að fá aðgang. Já, þetta smá svona, þú veist, þetta svona premium klúbbur dálítið. Þetta já, Mystique, Prestige. Prestige. Sko, þeir byrja með 50 hæðina. Já. Og erum við ekki bara, hvað, heldur að 10% Íslendinga hafa farið inn á hann staðið? Ég veit það nú ekki, ég skal ekki segja sko. Og skulum við bara útskýrta eins og 90% Íslendinga hafa ekki farið. Já. 5. hæðin, þegar þú lappar inn, ef þú kemst inn, fyrst þurftur kóða, í dag þetta að hrista síma og... Já, núna þetta bara komið kort. Það var með kóðan, mér skilst þetta hafi verið einhver svona varnaraðgerðir, sko, svo að, þú veist, hver sem kæmist ekki inn bara á einhverjum kóða. Já, pappastrákarnir voru farin að taka aðeins og marga með sér. Já. Maður heyrði það. Já. Það var ekki sjón að sjá þetta á tímabili, mætti maður og þetta hét bara pappastrákarklúbburinn. Já, það eru þín orð. Allir að rúla á kortinn hans pappa. Heyrðu, svo gerist það, held ég, 2021 að þeir ná að kaupa eða komast í leigusamningin á 4. hæðinni, þannig að þeir tengja rýmin. Ég er nokkuð vissum að það hafi verið 2020. 20 í COVID. Já. Og þar núna komið upp svona aðeins lokaðri rými. Konsept í dag að labba inn, hún getur setið, fengið kaffi, bjór, whatever, tekið fundi. Svo svona hægt að bóka lokurými. Og svo 4. hæðin meira þessi stemming, ekki beint barinn og allt það. Já, einmitt. Og það sem maður hefur heyrt að útrást þessa fyrirtækis gangi út á að taka bara hæð fyrir sig. Bara eiga allt húsið á lokum, sko. Og jável meira til, sko. Já, þú veist, ekkert endilega eiga það, heldur að konsepti verði að þú getur bara gengið hérna á milli hæða og einhvern tímann heyrði ég minni með að ég vera veitingastaður og númer 2, það verði kannski vingkjallar í neðst. Þetta verði alveg bara hverja krónu virði að vera meðlimur hérna. Svona lokum, meðlimir Kjarval geta gengið inn í fjölmarga lokaða klúbba út allan heim. Og það hefur meira sér verið að tala hreint arbitrage. Já, þetta finnst mér náttúrulega alveg
geðveik pæling, sko. Já, sko, þú ert betur með verðin á hreinu. Þetta kostar 30.000 pluss vask. 30.000 pluss vask á mánuði er það sem að við heyrðum út undan okkur og það er 360 pluss vask þá á ári sem að svona kort kostar. Já. Mér skilst að þetta sé með, þú getur boðið allt upp á 5 gestum. Já. En svo þekki ekki hvort eins og fyrirtækjakortin hvort þau séu dýrari eða einstaklings og fyrirtækja svo, þú veist að ég held að það séu einhverja nokkra mismundi leiðir sem að hættir að fara. Við skulum ganga út frá að þetta sé bara 360 pluss vask á ári. Já, akkurat, sem að ef ég deili hérna með $140 $, það er svona $2.500 árgjaldið bara. Já. Og pælingi með þetta sko að fara inn í Kjarval og vera að hluta networkinu þeirra að þú ert kannski að komast inn í, heitir þetta ekki Soho House í Bretlandi eða einhver svona high-end staði í Singapore, London, Berlín sem eru miklu dýrari heldur en Kjarval. Arbitrage. Hér sjáum við bara arbitrage. Hérna er náttúrulega hægt að kaupa bara Kjarvalskortið og það ert að ferðast mikið og annað. Kemstu inn á klúbbar sem að kannski rukka miklu dýrara meðlimagjald. Getur bara hangið þar og tekið brönns þarna og golfring þarna og kortið búið að borga sig upp á stationhelgi sko. Já, ætli þetta sé fínt triks, við erum nú teknir á lífi ef þið eru að leiðin einhvert erlendis kaupa sér mánakort. Þetta er bara, er ekki frjálst tjáningafrelsi í þessu landi, ég meina, þú veist, þetta er bara möguleiki. Já, heyrðu, sorry, ég er eiginlega alveg búinn. Ég fann hérna með konsepti erlendis, sambarlega tölur, Albright Mayfair Club í Bretlandi, London, $2.000, ódýrar en Kjarval. Janqui, Portugal, 2.793 og þetta eru mjög high-end og flotti klúbar. Carnegie í Skotlandi, einhvers þar upp í fjöllunum, þar kostar $33,000. En það, ég get ímyndað mér að það sé alvöru location sko. Já, það var bara verið að nefna on the Highlands of Scotland sko, það er svakalegt. Já, bara einhvers þar út í raskati, þar kostar $33,000 bara joining fee, svo þetta borga $11,000 í árgjald. En var árgjaldið á eins og Soho, sagður $2,000? Já, mér sýnist það. Það er nú ekki. Nei, Albright Mayfair, ég var ekki með fyrir Soho. Nei, ok. Core í USA, þú veist eitthvað, þar er fee á bilinu $15,000 til $100,000. Þannig að fyrir þá sem er þetta er ekkert svakalega dýrt í hinum stóra heimi. Þetta er ekki bara það að kaupa aðildakort og fara svo bara til að geta verið að ná djamma sko. Það færðu þetta vinnuaðstöðu, eða þú veist, þú fundar aðstöðu og svo fylgir eitthvað inn í þessu líka, þú veist, bara viðvörunni og kaffi og alls konar og þú veist, svo náttúrulega færðu einmitt aðildina, en svo er þetta rjómin er helvitis bara þessi klúbar út allan heim sko. Golfklúbar og eitthvað sko. Og líka sko bara upp á fyrir einstaklinga einyrkja, alla sem nota Payday og Inkasso og þetta sem er að hlusta á pinguna. Þetta er ekkit mikill peningur að vera þarna allan daginn fyrir 30 skall á mánuði. Nei, svo er það. Heyrðu? En svo veit ég ekki hvernig, ég þekki ekki mótilið, þú veist, þú þarft held ég að skráa þig fundarherbygginn og þú veist og eitthvað svona sko. Já. Eitt bara business mótilið. Þetta er bara gamla góða aðgangsheimild og áfengi á mótilið. Við þekkjum það. Nei, það er nú eitthvað meira. Já, það er aðgangsheimildin, hún kostar 30.000 og svo er áfengisalan. Já, en svo þau náttúrulega leigja líka út skrifstofur í með, það ekki? Er það ekki? Heyrðu, ég skal komast það. Ég er með eitt gæja sem er kort hana. Heyrðu, svo ætla ég að segja eins og með vinn okkar í matöllinu að Rekus, þetta er bara ákveðin tegunda leigusölum. Ég veit ekki hvort þeir eigi fasteignina eða séu bara í framleigu og svo útleigu á móti. Dæmi gengur út að ná sem flestum sem borga monthly fee. Ég er dottinn aftur í, þú veist, gömlu punktana inn í leigunu, svo fundraðast eða eitthvað og svo veistu hvað brandari var ekki til í dag ef að matallir hefði, þannig að þetta gengur ekki. Ef að Kjarval hefði ekki. Þannig að það gengur ekki upp. Ok, þá er ég bara orðin tæmdur nema ég er með random facts. Það er bannað að taka myndir inn á klúbnum. Er það? Svo skilst mér. Ok. Ég held að ég eigi nú ekki mynd af mér að nynni. Ég verð að viðkynna það. Jú, ég var reyndar eina. Ég ætla ekki að segja hvað tók hana. Nei. Sá er þið umsveðalist. Gæti lent í vesinni. Tekin á lífi. En það var ráðherra inn á þeirri mynd. Já. Ég get allavega sagt það. Var það Svandi Svavars? Ég ætla ekki að gefa neitt upp. Ég ætla ekki að gefa neitt upp. Lukkulokan sló alveg í gegn. Hvað segirðu? Lukkulokan sló í gegn. Hvað var það? Lukkulokan er Svandísar. Nú ertu búin að týna mér sko. Samloku með smjöri og túnfisksalati. Frá Bröðukó. Já, frá Bröðukó. Alveg rétt. Og svo kom Kjarval er líklega eini einkaklúburinn í heimi sem er fyrirtækjaklúbur, ekki einstaklings. Já, einmitt. Sem er áhugaverður punktur. Þá eru við tæmt. Sko, aðeins yfir
rekstrasöguna svona rétt áður við dreipum á nýjasta útgefna ársreining. Ég ætla að hafa rekstrasöguna í boði Keldunar. Við verðum náttúrulega að koma auðvitað inn á það að þau eru með appið, gamla góða. Já, mjög þægilegt. Já, og það er hægt að fara í áskrift og með áskrift af Keldana þá ert að fá rauntíma upplýsingar. Ég er búin að vera með hans tíman. Varst þú ekki með það? Ég? Já. Ég er búin að vera með það heilengi. Ok. En það eru sem sagt hlutabréf og skuldabréf auðvitað. Svo eru bara kaup- og sölutilboðin og öll viðskipti innan dagsins. Gengi gjaldmiðla, viðskiptafréttir, norrænar vísitölur, vextir, þú þekkir þetta allt. Þetta er bara allur fjandinn. Ég getur séð það þarna inn á. Ég átti mjög hörðum við að núna henda út þessum norrænu vísitölum. Já, ég held að það sé ekkert að fara að gerast. Nei, þeir harneita, þetta vitaði bara góða þjónustu. Ég sagði til að vita toppþjónustu, þá þarf maður stundum að taka skref tilbaka. Já, svo er það. Og í Keldu-appinu við viljum rauntímagögn sem við höfum þarna, burt með þessar norrænu vísitölur. Þetta er sem sagt fyrir áskriftameðlimi, þá eru rauntímagögn, en án áskriftar er 15 mínútna senkun á gögnum, en ég hvetjum ykkur endilega til að tjekka á þessu. En annars er bara allt mjög gott að frétta af Keldunni. Þú veist, þessi fréttaleit er svo þægileg fyrir eins og bara þegar við erum undirbókur fyrir föstudagskaffið. Ég er búin að tína þetta frétt, það er bara ekki sjens ég finna hana. Setta inn í leitar gluggan hjá Keldunni, bang, komið strax. Google fann þetta ekki eins og Nei, ég noti ekki lengur Google, ég fer bara inn á Kelduna. Já. Þannig að Keldan er komin í samkeppni við Google En Keldan, þið þekkið þetta, það er allt rófið þarna inn á og fyrir upprennandi netbanka kúrika þá er þetta náttúrulega eitthvað sem hafa ekki kíkt inn á Kelduna nú þegar þá er þetta svona þitt framtíðar verkfæri. Þannig að byrja að venja á það sem fyrst. En við þökkum Keldunni fyrir. Já, veistu hvernig þökkum líka fyrir? Lensaranum og Kitta. Og Kjarvals kvíslaranum. Já. Ég var að fá það staðfest. Það er allt innifalið í áskriftinni. Fundarherbyggi og þú mátt halda partí eins og ári. Já, er það? Já. Þannig að það er rauninni ekkert leigumódel á þessu. Þetta er bara aðildin. Já. Þannig að þú bókar bara fundarherbyggin. Já. Og þú ert ekkert að borga aukalega fyrir það neitt. Nei, ég skil. Ok, skemmtilegt. Já, þannig að þetta er bara á-módeli stenst eins og ég segi. Aðgangsheimil og áfengi. Já. Þetta er ekki leiga. Þetta er aðgangsheimild og áfengi. Já, áfengi og einhver matur hérna, við komumst að því. Hefur einhver tíma étið mat hérna? Já, ég er reyndar gert það. Ég er reyndar líka, það er drullu góð matur. Já, fýtt matur En fyrsti ársendingur, hann er hérna frá 2018 og hann er á sem staðlaða formi frá RSK svo ég sé nú ekki svona skiptingu hlutafjár þar en ef ég líti í ársending 2019 þá má sjá að það eru hérna 4 aðilar á bakvið þetta þetta er sem sagt Kjarval EHF og Kjarval EHF er í 60% eigu Go Loyalty Solutions sem er sem sagt í eigu Alexander Arons Gylfasonar og Haldon Steinþórssonar skipta þar sitt hvort 50%. Hver er þessi Haldon? Er það down í djúbu? Það er down í djúbu. Nei, sorry, það er nú illa pyrrað nú. Svo er það hérna 20% svo er Kjarval EHF í 20% eigu M9 EHF sem er í eigu Aðalsteins Jónssonar Þorsteinssonar 100% eigu og svo 20% eigu G47 EHF sem er í 100% eigu Hrannars Péturssonar. Þannig að endanlegir eigendur eru að Alexander og Haldán eru þarna með sitt hvort 30% og Aðalsteinn og Hrannar með sitt hvort 20%. Nú, þrátt fyrir ársendingu 2018, hann er ólæsilegur, þökk sé hérna hnappnum hjá RSK. Þá er samt á gluggaði 2019 reikningin hérna árið eftir. Og þá get ég síðan alltaf 2018 svona á eðlilegu formi og hefur ekki gert áður þú ert ekki með upplýsingar árun áður það sést svo illa svo fer ég ásendingin eftir, þá er það komin svona eðlilegt form og getur séð, það er alltaf hægra megin, þá er alltaf árið áður klálega. Þannig að ég beitti því trixið þarna og allavegna, við skulum hérna, ég ætti að geta spjara mig hérna með 2018 og það er að fyrsta sem við viljum líta á þar. Það er auðvitað efnahagseiningurinn með sjóstreymi til hliðsjónar. Sjáum bara hvað kostaði svona að starta þessu batteri. Ef gluggað er í sjóstreymið hérna á upphásárinu þá má sjá að það voru keyptir varanlegir ekstra fjármunir fyrir 67,6 milljónir króna. Og samkvæmt skýringu var þar keypt fasteign fyrir 52,6 milljónir. Þeir eiga fasteignina? Já, svo er hérna áöld og tæki og innréttingar fyrir 15 milljónir.
sko, ég fór að spá í spilin hérna. Þetta ár 2018, þá náttúrulega sko, það er bara fyrsta árið, það er ekki raun fyrir í upphæði 2019 sem þau opna. Þarna hafa þau væntanlega verið að kaupa 5. hæðina, því að 5. hæðin opnaði hérna fyrst. Já, rétt. Ég veit, sko, það er ómögulegt að segja til hvernig þessu var skipt, hvort að þetta hafi verið, þú veist, önnur einingin því þú sagðir að hafi verið brotið þarna á milli. Eða hvernig sem það er, sko, en þetta er allan mest ólíklegt að hafi fengið hæðina á þessu verði, eða hvað, 2018, 52,6. Það rífjast upp fyrir mig, það væri alveg ríkalega gott að koma þarna edrú. Bara svona lítið kringu sig og sjá hvað er hvað. Já, þetta er kannski ekkit óðurlegt. Við skulum allan að ganga út frá því að þau hafi fengið þetta 50 hæðin og 52,6 milljónir. Sko, blackout minni mitt ratar niður á klósett. Já. En ég get ekki lýst neinu á þeirri leið. Já, en svo er þetta eitt merkilegt með... Ætla okkur verið einhvern tíma að hleypta aftur að nynna. Já. Þú elskar okkur að Kjarval. En svo er náttúrulega, sko, það sem gleymist í umræðinni er að það er, sko... Ég hef aldrei séð það, en mér skilst að þarna niður hjá klósettunum séu 5 einhver fundarherbyggi. Það er 4. hæðin. Ha. Þú ferð niður á 4. þar. Já, ég veit það, en sko, ég held... Já, nei. Sko, það sem ég skildi þetta þannig er, ég veit að þú ert með 4. hæðina fyrir neðan, en svo skildist mér að það væri eitthvað annað rými. Ég veit að þessum fundarherbyggjum er á 4. hæði, sko. Já. En mér skilst að þessi farið niður á klósettunum í eitthvað annað rými. Klósettið er á 4. hæðinni. Ég veit það, en þú veist... Það er auka rými sem þið tók yfir. Já, en sko, við erum náttúrulega ekki komið nógu langt inn í þessa umfjöllun, en 4. hæðin, þar eru, þú þekki 4. hæðina, en þetta á að vera, sko, hinum megin, það er allan skúpið sem ég fekk. Já, það var eitthvað falið. Já, eitthvað falið, sko. En, þú veist, gæti verið að miskilja það. Allavega, þetta eru hérna 67,6 milljónir í hérna fasta fjármuni, þetta fyrsta ár. Svo er eitthvað veltu fjármuni tæpar 14 milljónir og sko eins og öll góð kaup þá þarf við þetta að fjármagna þau og það er nú ekki hátt eigið sem er lagt inn hérna í byrjun einungis þessar hefðbundu hérna 500.000 krónur. Svo er reyndar hérna óráðstafa eigið upp á 2,4 milljónir sem er í raun bara hagnaður ársins. Svo sko þetta eru bara 3 milljónir í eigið. Svo er restin bara fjármögnuð með skuldum og í raun skammtíma skuldum. Hér eru viðskiptaskuldur upp á 57,3 milljónir og svo skuld við hérna, lánastofnun upp á 19,4 milljónir. Inn í bankanum hefur þarna einhverja aðkomu að hluta til, til að byrja með. Mjög gott. En það er spurning svo sem hvernig þessar viðskiptaskuldir er að flokkast. Mitt gísk væri sennilega yfirdráttur þangað til að láni var veitt. En hvað veit maður, komast kannski að því hérna á eftir. En ef við letir á rekstrarreikningin þetta ár hérna 2018 þá má sjá að reksturinn var bara lítill sem enginn tekjur upp á 9,6 milljónir sem er, þú veist, örugglega bara einhver fyrirfram kaup á kortum eða eitthvað því að það náttúrulega var ekki rekstur hafinn, sko. Já. En allavega er ekki gerð nægilega góð skil í reikningnum því miður en eftir stendur rúmlega 2,5 milljón króna hagnaður hérna á þessu fyrsta ári. Svo kemur 2019 og þar hefst fjörið. Það er velta upp á 139 milljónir króna sem er auðvitað, þú veist, tvískipt. Það er þá annars vegar sala á aðildarkortum og svo væntanlega þessi matar- og drykkjasala. Því miður, eins og ég segi, þá er þetta ekki sundurliðað í reikningnum hjá þeim sem er alveg fellegt. Því að ég er ekkert eðlilega forvitin að vita, þú veist, hvernig þetta skiptist. Hvað er að hafa upp úr bara kortum versus áfengissala eða annað, sko. En eins og þú segir, samkvæmt okkar heimildum er þetta 360 pluss vask á ári fyrir hérna einstakling og það á ekki að hafa breyst eða? Nei, ekki samkvæmt heimildum þá taldi hann svo ekki vera. Þannig að það er auðvitað mjög erfitt að spá fyrir hversu mikill hluti þetta er af tekjunum. Ég sé þó að sko kostnaðarverð seldra vara þetta ár 2019 eru 36 milljónir. Þannig að það hefur verið keypt af Veigar, já þá bara í föstu og fljótandi formi fyrir þá upphæð. Heyrðu, ætlum við getum áætlað þetta þannig? Já, þú veist, ef við slumpum á tvöfalda álagningu þá eru þetta 72 milljónir í söluvirði á mat og drykk. Heyrðu, þetta er eitthvað til að vinna með. Já, þú veist, tvöfalda álagning, svo vitum við það ekkert, en það er náttúrulega rúmur helmingur af tekjunum. Þá getum við tekið bara hinn helmingin og áætlað að það sé kortin. En
ég skal ekki segja, sko, þetta náttúrulega bara pjúra fabuleringar, sko. En allavega þetta ár neikvæð EBITDA upp á 3,7 milljónir króna sem að, þú veist, þetta bara að byrja, skilur, við fyrirgefum það alveg, sko. En það eru hérna svo afskriftir fyrir 7 milljónir og vaxtagjöld upp á aðra 7 og hér nemur tapið 17,7 milljónum svona á þessu fyrsta heila rekstrarári. Það sem var í rauninni ekki alveg heilt, við opnaði hann í febrúar. En svo þessar afskriftir eru náttúrulega tilkomnar vegna þessara fasteignar sem þau keyptu árið áður. En eru alveg 100% að veitingasalan sé inn í þessu? Áttu reikning frá það með það? Já, ég fór bara að spá hvort að... Já, bara upp á kennitöluna? Já. Ég myndi halda það. Já, svo algengt bara eins og Eymundsson að te og kaffi sér kaffisöluna og það, hvort þetta sé sama mótil eða hvort þau séu bara... Já, ekki vera að spá í því. Ég fór bara að spá... Þá getur við verið að fokka upp öllum þættinum, sko. Já, sorry. Ég held klálega þessi inni, sko. Sorry. Fjórða hæðin, það sem varum ræðaðan, 10-12 skrifstofur, hlutaði mér í langtímalegu, svo eru 3-4 skrifstofur nýttar sem fundarherbyggi, sem meðlimir nýta líka. Ok, þannig að þessi fjórða hæð ekki þú veist, það bara þá hefur þetta verið hróttalegu miskilningur frá heimildarmanni sem sagði að það væri eitthvað svona eitthvað prestige? Nei, það væri eitthvað þarna, þú labbaði niður hjá klóstónum, þá hefur hann væntanlega verið að tala þá bara fjórðu hæðina. Já, ég veit ekki. Höldum bara áfram. Sem beint fyrir neðan. Já, höldum bara áfram. En sko, eins og ég segi, það eru afskriftir sem eru tilkomnar út af kaupunum á fyrra árinu, 2018, en svo það einnig líka vegna fasteignar sem að þau keyptu þetta ár 2019, sem að hefur þá verið fjórða hæðin, að öllum líkindum. Það er bætt við reksta fjármunum fyrir 43 milljónir króna og af því fóru 36 milljónir í aðra fasteign. Og eins og ég sé, þetta bara pottitt fjórða hæðin. Svo restin 7 milljónir sem fer í áhald og tæki og innréttingar. Og sko þetta árið tekið langtímalán fyrir 42 milljónir rúmar og þeir að spýtin líka hlutafé fyrir 10 milljónir segi. Þannig að það eitthvað eiginfé að koma inn en þau náttúrulega orðin dálítið skuldsett heildar skuldir standi 132 milljónum á meðan eignir eru 127. Þannig að það gerir tæplega 104% skuldalhlutfall. Þetta eru náttúrulega bara hugsjónamenn. Já, þeir eru það. Við sjáum reglulega þessi einkenni hugsjónamanna skuldsetja sig upp í áður, sko. Snemma í ferlinu. Ég nefnilega, sko, heimildamaðurinn hættir ekki að skrifa. Ok. Og að segja núna. Ok, erum við með live juice? Já, þetta bara. Sko, þetta í rauninni 2 fjórðuhæðir. Já, einmitt. Þannig að... Að hlauta vera, ég hafði rétt fyrir mér það. Þar sem eru klósett. Ég vissi það. Var tekið í notkun 2021. Já. Eitthvað fara út hjá barnum. Ég held að það í rauninni 2 fjórðuhæðir sem að ræðir. Já, flott. Já. Ég var farin að vera svo stressaður að ég væri bara hálfviti, sko, að miskilja þetta. Já, ég bara... Þetta var einmitt, sko, já, það þessi fjórðuhæðin sem beint bara fyrir neðan barinn. Svo víst önnur fjórðuhæð sem þarna gengið inn hjá klóstónum af 5. hæðinni. Virðist vera. En allavegna, þá komum við bara inn á 2020 sem auðvitað árið kennt við COVID-pödduna. Já. Og þeir plumma sér nú bara þokkalega það árið. Ég man nú vel eftir þessu hvernig það var í COVID. Maður hékktóltið þarna inn á Kjarval, skemmtistaðir voru lokaðir, sjáðu til. Matsölustæðir, þeir voru opnir vissulega og það vildi svo til að Kjarval var að selja þarna nachos og eitthvað fleira. Já. Þannig að þau fengu að Þetta var eitthvað lúppól eða ekki? Hvað segirðu? Þetta var eitthvað lúppól? Jú, að leit út fyrir það. Ég meina, þú veist, maður var Þetta líka annað, þetta lokaður staður á 5. hæð. Já. Það, þú veist, löggan eða aðri gátt ekki að gengi inn að götunni og sé að væri partí og lokað. Þetta var svolítið svona... Já, ég held að, það erfitt að spotta það, sko. Já. En, sko, þú veist, en þau máttu þetta. Þau voru með matsöluleyfið, þannig að þú veist, voru að selja mat. Gerði ekkert ólöglegt, sko, en svona... Já. En þarna fékk maður að dúsa dálítið í COVID og ég heppin að þekkja góða menn sem að hafa aðeldakort þarna. Þekkja einhverja pappastráka? Nei. En ég man, sko, meðal annars kvöldið þar sem ég kláraði meistaravörðina, sko. Hvernig geti ég glemt það? Alveg æðislegt kvöld, sko.
Þarna? Æðislegt kvöld, sko. Já. Þetta 2020 bara COVID nýbyrjað, sko. Já, flott. En nóðum það, sko, reksturinn, hann gekk bara ágætlega, ná að halda sig þarna í ákvæðri EBIT upp á 2,3 milljónir í 223 milljón króna veltu, sem rúmlega 60% tekjuaukning, sem bara stórgott. Svo eru vaxtagjöldin þarna, dálítið þung, 7,6 milljónir og verða valdur af því að þau að síga þarna niður fyrir nullið og enda í neikvæðri 5,3 milljón króna afkomu. Og þú veist, maður sá það nú alveg svartara í COVID hjá svona stöðum, sko, miðsvæðis, en svo þetta auðvitað líka bara sumpart leigufélag. Þannig að, Hvað kallar þetta? Já, þú veist, eða svona, skilur, aðeldakort, ég held að fólk, það var engin kort frist, sko. Því líka móðgun. Nei, þetta er engin móðgun. En þetta er allavega, þú veist, lítur bara ágætlega út þó þau séu að tapa peningina, en við skulum sjá, þau náttúrulega reiddu sig ekki eingöngu á djamara. Nei, þetta er business fólk. Ég er að segja það. Þannig að, en það er ekkert keypt af fasteignum þetta árið, ólíkt fyrir árum. Og svona heldur litlar ómerkilegar hreyfingar á efnahagsreikningnum. Skuldahlutfallið er að hækka upp í 108% og handbært fyrir ekki nema 278 krónur cirka í lok árs. Þannig að en við skulum allavega sko kíkja þá bara á 2021 og sem er nýjasti útgefni ársreikningur. Og það er nú kannski orðum ofauki að kalla það eðlilegt rekstrarár, en þó var það eðlilegar en 2020. Já. Það voru náttúrulega einhverjar takmarkanir 2021 og þú veist, en eins og ég segi, auðvitað funduðu eitthvað fyrir því. Þó að kannski minna en aðrir svona skemmtistaðir. Við ætlum ekki að fara að setja það í sama flokk, sko. Það var nefnilega að rifjast upp fyrir mér að ég fór með þangað í eitthvað COVID-partí. Ég man að loka allt annað klukkan 11 eða 12. Já. Við vorum þarna til 2 eða 3. Já. Nei, það lokaði, sko. Kjarval lokar 1, sko. Ég held að sko, aðri staðir hafi lokað hvort það hafi verið 10, já, Kjarval og ég var þarna til 1. Já, ég held að það hafi verið eitthvað þannig, Gæti verið. Maður er svo fljótur að gleyma þessu, sko. Já. Herðu, við skulum byrja á rekstrarreikning 2021. Þú hefur ekkert verið að horfa á þarna þættina Stormur? Jú. Í alvörunni? Mér finnst þeir í alvörunni góðir, sko. Mér finnst þetta túsún. Ég vil ekki sjá þetta fyrir eftir 20 ár, sko. Þetta er þetta túsún, sko. Herru, byrjum á rekstrarreikning. Ég ætla að hafa hann í boði Dominos í dag. Og það er þriðjudagstilboðið gamla góða. Hvað fyrstu þér núna síðast? Sérðu hvað ég er að skrifa núna? Nei. Ég er að skrifa Dominos, besta pizza í heimi. Já. Ég er sammála því reyndar. Ég er eiginlega bara í Kajún brauðstöngunum. Já, þú ert reyndar búin að vera svakaður. Sælaði í guttan. Já, þú ert búin að vera með það hérna á skrifstofun alveg. Það er svo gott í lange banir. Dýfa þessi í glasúr. Ertu ekki til því? Er þú í því? Ertu að taka Kajúnin í glasúr? Þegar maður er dullur í ræktinni, Kajún í glasúr. Það er þetta svakalig blanda, sko. Já. En við minnum ykkur sjálfsögðu á Dominos. Það er þriðjudagstilboð í dag sem er raun gefins. Já. Og 3 alvegstegundir og það vilja vera flipkísar eins og ég. Kajún í glasúr. Já. Algjörlega fyrir flipkísan að úti. Við þökkum Dominos kærlega fyrir. Nú tekjur 2021. Sko, það kemur ljósa, hér er náttúrulega bara stórkostlegan vöxtaræða milli ára. 79% vöxtur. Og veltan fer upp í 399 milljónir króna. Þannig að það hefur verið anskoti góðu stígandi í þessu þannig hjá þeim milli ára. Það er miklu meira en ég held. Já, 60% milli 2019 og 20 og svo tæplega 80% milli 20 og 21 og ég sé bara gera þetta betur. Þetta er brilliant módel. Já, ég sammála því. En sko, þessi velta er að gefa okkur tæpar 29 milljónir í tekju per starfsmann með að við 13,8 stöðugildi. Hvað finnst þér um það? Það er gott. Já, minnst þið, er þetta ekki alltaf hátt stöðugildið? Nú var ég náttúrulega 13. Nú var ég náttúrulega bauna yfir stöðugildin hérna í síðustu viku líka. Já, þú ert búin að taka og þú veist allar sem lifa þessu leigumódeli sem þurfa bara gott fólk til að reka þetta. Og þú vilt bara meina að það er bara þetta er náttúrulega bar líka sólina, sko. Og þú veist, það er kannski eðlilegt að hafa 2-3 á vakt þar. Já, þetta er sko þetta er stöðugildi, ég meina þetta er 13,8. Ég sé ekki hvernig þú þarf tæplega 14 starfsmenn í kringum þetta. Sko, ég bara sé það ekki. Reynum að rifja upp 1 blackout á Kjarval.
Það eru kannski 2 í dyraveislu þarna, einn niðri og einn uppi, eða ekki? Já, en hvort að þeir hljóta að vinna fyrir Kjarval. Já, ef þú kemst í gegnum þá búið með 2. Það eru alltaf svona 2 til 3 á barnum. Þannig með 5. Svo eru 2 þjónar? Já, eitthvað svoleiðis, já, sennilega. Já, ég var nú aðeins daginn, ég man ekki hvort ég hitti þjón, sko. Svo hlýtur að vera einhver annar í gæslunni, en þú veist, þarna ertu kannski með 5-6 á vakt, 2 vaktir, 13,8. Framkvæmdastjóri, rekstrarstjóri, ég menn það einhver að bóka þetta, það einhver að bóka þetta, hver að bóka þetta? Já, svo það. Já, allavega, mér finnst það heldur hátt og hérna var kannski hægt að skera eitthvað niður hérna, ég veit ekki, ég skal ekki segja, en allavega 29 milljónir tekið per starfsmann og þú veist 399 milljónir veltu, þetta stórkostlegt 2021, mér finnst það mjög gott. Orðinn mjög forvitin að sjá 2022, þú veist, þá munum við líklega sjá í fyrsta alvöru eðlilega rekstrarárið. Þannig að hérna 21 var ekki alveg ekta. Nei. En aðeins yfir gjöldin þar vega einmitt laun og launatengd gjöld auðvitað þyngst. Þetta kallast þetta laun og annar starfsmannakostnaður. Já. Þau eru þetta með þennan meðalfjölda eins og ég sé upp á 13,8 stöðugildi og eru nú ekki að sunduliða þennan launalið þannig að ég sé ekki hrein laun en miðað við þessi 13,8 stöðugildi launakostnaður per starfsmann tæplega 960 krónur á mann. Á mánuði og ef við gerum ráð fyrir að launatengdu gjöldin séu kringum 22% þá þetta svona 750.000 í laun á mann á mánuði sem bara glæsilegt, myndi ég segja nokkuð gott svo eftir launum og launatengdu gjöldum kemur hérna kostnaðarverð seldra vara fyrir 105 milljónir núna og hér væntanlega bara einmitt eins og ég segi veitingar og drykki að ræða hlýtur að vera en það eru þetta erfitt að áætla álagninguna vegna þess að tekjundar eru bara ekki sundurliðar En þú veist, ef við getum gefið okkur tvöfalda álagningu á þessu, þá má áætla að þetta veltan sé bara jafnskipt á milli drykkja og veitinga og svo korta. Já, basically. Ég að slá þessu upp með það. En það svo sem í raun til einskis að áætla álagningu í þessu sko. Við vitum ekkert það. Nei. Þú veist, þetta svona leiðileg tegund af ársending sko, formið, það ekki verið að gefa upp allt of mikið sko, þannig að maður þarf að vera með svona ekstra fabuleringar kannski. Þetta eru svona þessir stærstu útgjaldaliðir laun og launatengd gjöld og kostnaðarverð seldra vara, en svo kemur hérna annar ekstra kostnaður upp á 69 milljónir sem þú veist bara einhvers konar viðhald og dæmi, svo hérna skrifstof og stjórnunarkostnaður upp á 21 milljón sem skilur okkur svo eftir með 44 miljón króna EBITDA sem nokkuð sekt hjá þeim sko. 11%, já svona rúmlega 11% EBITDA framlegð. Þau eru náttúrulega talsvert skuldsett eins og ég nefndi þetta fyrir í yfirferðinni en vaxtagjöldin eru líka þau eru að lækka eins milli ára aðeins dráttarvextir sem og það rennir rauninni enn frekari stóðum undir að þessar viðskiptaskuldir séu yfirdráttur. Ég held ég hafi séð áður að dráttarvextir flokki sem vextir að yfirdrætti. Þú veist, ef þú sér í ársreikningunum meðal annars sko, en svo getur það náttúrulega líka bara verið dráttarvextir að kreditkorti eða við aðra viðskiptamenn eða eitthvað. En dráttarvextir 2021 um 830.000. Það ekki nýtt. Voru 2,7 milljónir ári áður sko. En svo eru önnu vaxtagjöld 4,9 milljónir. Dráttarvextir upp á 8, já ég veit ekki. 850, eins og ég segi, það lækka talsvert þarna milli ára, voru 2,7 milljónir árið 2020. Og þess hvort það sé tilkomið vegna yfirdráttar eða skuld við, bara kreditkort eða skuld við einhvern, sko, ég þekki ekki. En þú veist, þú þekkir þetta dráttarvextir, þetta stendur held í dag 13,5%. Já. Þetta alltaf gefið út af Seðlabankanum, sko svona. Já, áskera hendi í þetta á menn. Já, svo er þessi hend á kreditkorta skuldir og annað sko. Já. Okay. Þetta eitthvað svona eitthvað benchmark sem að Seðlabanki setur sko. Það allavega heildarvaxtagjöld 5,7 þar af 4,9 milljónir í heildarvaxtagjöld þannig að og svo eru sömulegis afskriftir upp á 11,6 milljónir þannig að hreinn hagnaður fyrir skatta í lok árs eru 27,3 milljónir en þau eru að borga lítinn skatt ekki nema 1,4 miljón og ástæðan fyrir því að tekju skattstopp félagsins neikvæður sem væntanlega tilkomið vegna taps árum áður. Hreinn hagnaður á rekstrinum 2021 eru 25,9 milljónir króna sem bara nokkuð öflugt, 6,5% hagnaðarhlutfall.
En það eru engar arðgreiðslur enn sem komið og ég hefði nú sterklega á tilfinninguna að hér verði öll afkoma bara sett í fasteignir, sko. Þetta þannig félag? Já, þú veist, tilfinning, ég hef eiginlega bara heyrt það út mér að það sé bara þeirra play. Já. Efast að þeir séu í þessu til að pumpa út arði, sko. Ég meina, ef það gengur eftir sem að stendur til að kannski taka fleiri hæðir, þá hlýtur það að vera vaxtaplanið sem ógeðslega töff pæling. Því þetta það flott í dag í minningunni. Já. Í þessari svörtu minningu. Já. En það bara, þú veist, það bara reinvest bara þar til að Austurstrætið orðið þeirra. Já. Einhvers staðar heyrði ég að það væri bara pælingin að leggja undir sig bara frá Café París og niður að Ingólfstorgi, sko. Já. Það væri auðvitað frá París til Ingóls. Já. París til Ingóls. En hvað heitir þetta sem núna þarna? Það einhver annar veitingastæður. Já, ég þekki ekki. Við nefnum hann ekki á nafn. Nei. Ertu með eitthvað að spá hvað margir meðlimir þarna? Sko, nei, en þú mátt alveg endilega henda því inn, sko. Við erum ennþá á rekstrarreikningnum, sko. Já, ég búin að reikna í beinni. Já. Sko, fyrst hendi ég... Það er illa hingað til. Nei, það er mjög vel. Ég fekk mikið hrós fyrir það. Að láta vaða. Okay. Fyrst hendi ég í heildarveltuna. Og það væri 1100 kort 2021. Okay. 360.000 árgjald. Deilt með 398.860.953 milljónir. 1100 kort á ársgrundvelli. Ég veit það ekki. Svo tek ég hérna koksið, eins og þú segir, sinnum 2 og dreg frá veltunni og deili með árgjaldin í það og það eiginlega bara helmingi minna, 522 áskriftir. 522, já. Getur það verið það? Já, ég meina... Getur við talað upp alla sem við þekkjum? Sko, ég þekki 2 sem heita Daniel, þannig að þá erum við ekki að henda neinu fyrir rútuna. Já, sko... Annar grænlendingur. Já, ég held að svona 500-600 örgulega, ég held að það sé rétt koll. Já, ég er 522. Já. Ég held að, og þetta, það enginn að segja mér að þetta sé að fara eitthvað að hægjast á þessu, sko. Nei, ég held að þetta er náttúrulega ákveðin svona, þetta er náttúrulega munaðarvara og það er heitt í dag, eiga munaðarvörur. Já. Þannig að hérna, það verður spennandi að sjá, eins og ég segi, ég er mjög spennt fyrir 22, sko. En svo er spurning hvort það sé eitthvað kapp, skilur, hvort þið segja bara, herru, við förum ekki yfir 800. Nema þá bæti við sér bara fleiri hæðum, skilur. Það er náttúrulega playið væntanlega að einhverju leyti, sko. Ég veit líka, ég veit ekki hvort það standist þetta með að þeir séðan þá að meina að það sé bara eitt fyrirtæki og hverjum bransa. Nei, ég held ekki, sko. Ég veit að nefni minn Upsilon og Toto og fleiri upp í sín, þeir eru með kort á það. Já, ég held að, Heldur það sé einhverju nóa eða Auðun með einu enni, hann er ekki komið kort, hann langar rosalega kort við því. Já, við finnum út í því. Herðu, hvar var ég? Já, bara frábært play hjá þeim. Þú veist, ég fíla, ég hlakka til að fylgjast með þessu. En bara flottur rekstur hjá þeim núna, þetta árið 21, lognið á undan storminum vonandi. Ég allan að held með þeim, elskum gott fasteignaplay. En þá erum við bara komnir á efnahagsreikningin. Og ég ætla að hafa hann í boði Ísnik í dag. Og þá verðum við að koma inn á, sko, nú náttúrulega hendur þú því fram hérna daginn. Ísnik fyrir atvinnulausa. Já, það var það illa síðan. Nei, það var bara skemmtilegt, skilur. En þetta er náttúrulega auðvitað, sko, fyrir þá sem eru atvinnulausir og sjá þarna eftirnafnið þeirra sé laust. Já. Kaupið það. Já. Því að vera með mailið, hérna, sem endar á lén sem er nafnið þitt, er grjótart og það vekur athygli. Það gefur þið sérstöðu. Hvað, Þóru eitthvað heyri í þér? Hvað segir þið? Var hann eitthvað heyri í þér? Nei, hann hafði bara gaman að þessu. Ok. Ísnik fyrir atvinnulausa. Það var ekki. Ísnik fyrir metnaðargjarna. Það sjálfsögðu ekkert bara fyrir atvinnulausa. Nei, þetta átti að vera fyrir metnaðargjarna. Nei, bara fyrir alla. Og en þetta er náttúrulega, þú veist, auðvitað brilljant bara laust til að tengja við Gmail eða Outlook eða í staðin fyrir að nota, þú veist, @Gmail eða @Hotmail eða hvernig sem það er, sko. En svo eru þetta líka, þú veist, það eru vendingar þarna, þú getur farið að borga fyrir lén með aur og þetta er allt á leiðinni, sko, þetta er á hraðri leið í framtíðina, myndi ég segja. Þannig að, en svo er, sko, ég ætla ekki að vera með valjúlén vikunar í dag. Nei. Það eru nokkur ennþá sem eru hérna ótekin sem við höfum gefið út, sko. En ég vil einn bara aftur á dögunum. Það er valjú í því að eiga dagana í .is. Það er mjög langt í að við verðum komið með einhverja kommunistæði stjórn sem ætla að fara að rýbranda dagana frá okkur, sko. Já, ég segi það, sko. Þannig að reyna að breyta öllu þegar við komumst í stjórn. Ég myndi hafa augun á því. Það hérna
við gáum þetta út í síðasta þætti. Ég þekki ekki hvað búið að taka mikið af því en ég myndi alveg sterklega mæla með því að tryggja sér dagana. Ef þú ættir að taka einn dag, hvað myndir þú vilja? Ég myndi alltaf taka föstudag. Það? Já. Föstudagur.is, geðveikt eiga. Föstudagur. Og svo náttúrulega mikilvæg þess að taka íslenska stafi líka. Þannig að föstudagur, það gengur ekki líka. Þú getur sett föstudagur ef þú getur bætt í við fyrir 2 krónur aukala. Já. Eina vita að eiga þetta bæði. Veistu hvað væri ógeðslega sniðugt fyrir hvern að kaupa föstudagur? Nei. Einhvern sem að selja svona prógrama fasta 16-8 og svona Já, þannig er þetta það var einlega Já, það væri brilljant. Þú ert eiginlega bara að gefa geðveika viðskiptahugmyndir. Já, einhver sem að selja svona prógram 16-8 fyrstu, intermediate, 30 daga hvað er þetta, vassfasta, djúsfasta? Það er til allir fjandinn, sko. Heyrðu, kíktu bara inn á föstudagur.is. Ég er með nokkur prógram. Þú ert að gefa hérna viðskiptahugmynd í beinni, sko. Já. Herru, hvetjum ykkur til að kíkja og searcha. Herru, þá skulum við fara bara í efnahagsreikninginn, byrjum að eignum þar. Þar eru fasta fjármunir fyrir 93 milljónir króna og stærst eru þetta títnefnda fasteignir liðurinn, sko, fasteignaliðurinn, og hafa þessum tímapunkti keypt fasteignir fyrir 94 milljónir króna sem að auðvitað er búið að afskrifa. Það stendur í bókfærð virði hérna í lok árs í 76,7 milljónum. Bættu við sig hérna einingu þetta ár upp á 5,5 milljón. Veit nú ekki hvað það hefur verið. Hvort það hafi verið skrifstofurýmin þarna hinum megin, ég veit ekki. Nei. En hér voru allan að keypt líka áhöld innréttingur og tæki fyrir rúmar 5 milljónir. Og það er svona dálítið talsverð þungi á afskriftunum þar 20%. Ég myndi halda að þetta væri svona mestmegnis innréttingar. Já, er ekki smá bilun að afskrifa það 20% á ári? Ég alveg sé þér á aðnum. Þetta er ekkert að fara endast mjög meira en 3 ár, sko. Það er hvernig þú gengur utan í stólana og postulínið. Það er kannski einhverja bókhaldsreglur að afskrifa bara hratt innréttingar á þessum öldurhúsum. Endur sko, mikið að fyllibittum að reykast í þetta. Já, mjög mikið. Já, heyrðu, 20%. Við skulum ekki segja, en samtals eru þetta varanlegir ekstra fjármunir upp á 93 milljónir króna bókfæri virði, sem er eina stærðin undir fasta fjármunum. Þá dembum okkur örstuðt í veltu fjármunina. Þeir eru upp á 42 milljónir. Það eru vörubyrðir 4,4 milljónir sléttar. Og þá erum við með velturhraðabyrða, sem er nú eitthvað síðan við tókum það. Wow. 24,5. Og það gefur okkur biðtíma upp á tæplega 15 daga. Þannig að það má alltaf að þau sé að endurnýja lagerinn hann hjá sér á 15 daga fresti. Já, þetta er hvað sem er í bóði, þetta er bjór. Já, þetta eru kútarnir bara og svo er einhver matur og já. Þannig að hérna já, þetta er ekki neitt annað. Nei, þetta er bara svona cirka eðlilegt myndi ég halda. Svo eru hérna undir veltufjármunum útistandandi viðskiptakröfur upp á 36 milljónir, aðra skammtímakröfur upp á 1 milljón og svo er hann bara fyrir rétt 300.000 krónur. Þannig að samtal standa eignir loka árs í 135 milljónir króna og þú veist það er náttúrulega mestur hluti af því ennþá fjármagnaður með skuldum, en það verður þó breyting á þarna og þau ná að stíga niður fyrir nullið í skuldahlutfallinu og gott betur það, fara niður í 88% og eiga náttúrulega hagnaði ársins mikið að þakka þar. Á þessum tímapunkti er heildarskuldastaðan 119 milljónir og af því eru langtíma skuldir 38 milljónir. Raunar sko stendur langtíma lánið hjá þeim í 53 milljónum, en 15 milljónir af því eru fluttar yfir á næsta árs afborgun sem að kemur hann undir skammtíma skuldir. En mér sýnist þetta langtíma láni að greiðast upp hérna á árunni 2026 á því formi sem það stóð þarna í loka árs 2021, þannig að hann sko þau séu á tánum, greiddu 11,7 milljónir í afborganir á láninu þetta árið samkvæmt hérna sjóðstreymisyfirlitinu og eru svo að taka nýtt lán fyrir 16,5 milljón hérna 2021. En sem sagt langtíma skuldir standa í þá 38 milljónum og svo er hérna tekjuskattskuldbinding upp á 1,4 og gera því heilda langtíma skuldir og skuldbindingar í kringum 39,5 milljón. Nú skammtíma skuldirnar, þær eru svona risin á skuldahliðinni. Þar fara hæst viðskiptaskuldir og svo er þessar næstu árs afborganir upp á tæpar 15 sem ég nefndi áðan og svo er hérna sérstök skuld við lánastofnun upp á aðrar 14 milljónir til skamms tíma líka. Það er engin frekari deili gerð á því ársreikningum. Þannig að ég veit ekki
Verður við ekki bara að láta þar við sitja? Jú, skal ég ringja í binna bara. Já. En svo að lokum, aðra skammtímaskuldir upp á 14,6 og allavega samtals eru skammtímaskuldir 79,5 milljón. Og það gefur okkur veltufjárhlutfall upp á 0,53 sem eru auðvitað alls ekki nógu gott, en þú veist, það sleppur alveg, þetta er auðvitað hugsjónumenn og við getum alveg litið fram hjá þessu í bili, en við sjáum þess að tölu fara hækkandi sem hún hefur jú verið að gera. En annars eru heildarskuldir 119 milljónir og eins og ég sagði skuldahlutfallið komið um 88%, þannig að það er bara alltaf leiði í rétta átt hérna. Og jákvæð eiginfjárstaða sem stendur í tæpum 16 milljónum og þar með er sá ársreikningur eiginlega bara kröfin, sem ég segja, svona kannski dálítil vöntun á nánari skýringum á ýmsum stöðum sko. En ég held svona heilt yfir að það sé bara nokkuð bjart framundan hjá Kjarval. 23 hlýtur að vera sprengju. Já, mig grunar það sko. Það er, þú veist, 2022 og 2023. 2022 var samt í rauninni ekki einu sinni alveg fullkomið rekstrarár sko. Þetta er ekkit eins og að fara út í búð og kaupa fisk og enda bara að borga fyrir missa frúna og börnin. Nei. Þetta er ekki þannig dag. Nei, auðvitað er þetta ekki þannig. Nei. Bara eins og hann gerði sjálfur, skilur. Þegar hann sagði við Tófi. Já. Nú skal ég henda fisk på fiskemannen. Já. Nei, þetta er alls ekki það sama. En 23, það verður sprengja, en ég er samt mjög spenntur að sjá 22 sko. Skatt, nú hendi ég fisk. Svo verður líka... Segir maður ekki þannig? Já, en við eigum náttúrulega líka, við eigum smá djús inni líka, hérna... Nú, býttu. Með að sé mögulega pæling á borðinu hjá þeim að gera neðstuhæðina að einhvers konar svona matsölustað sem að tengist aðild sko. Þannig að það verður náttúrulega... Það verður bara að bíða betri tíma. Hvað segirðu? Það verður bara að bíða betri tíma. Já. Þetta verður spennandi að fylgjast með og ég held að bara svona til samantættir, ég hef engar áhyggjur og ég er bara mjög spenntur að fylgjast með þeim og hlakka til að, bara fara þarna aftur, næst. Sjáumst á föstudaginn. Já, eða ekki. Ef okkur verður hleypt inn. Já, fara þarna og bara... Skála á þriðjudaginn, hérna. Jú. Eða í dag bara, eftir þátt. Já. Ekki bara Dominos og skála á Kjarval. Já. Herru, þá held ég hafi allan að lokið mínum máli. Já. Og ert þú ekki svona nokkurn veginn tæmdur? Jú, ég skaut hann inn með mínar getgátur og ég held að þeim sé lokið. Já. Takk fyrir og bless. Já, ég held það. Á þökkum fyrir í dag. Kæru hlustendur, heyrjumst aftur á föstudaginn. Frábæra viku. Já.